and they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry. Það áður undir og voru þeir saman? Já, þeir voru bæði saman og svo í sitt hvort lagi líka. Svo kemur lög unga fólksins seinna það? Já. Það var alltaf á þriðjudögum, sko, svo náttúrulega út æskunnar, það náttúrulega aðeins seinna, það hefur verið 60 og kannski 7 sem að út æskunnar. Já. Og það náttúrulega hvílík opinberum, sko. Þá fann maður bara live beint úr BBC, sko. Það var hann með mikið af svoleiðis nýrri músík. En það sem ég ætla nú að segja, sko, það svolítið gaman að því að sko, ég stofnaði nefnilega Bítlarinn 1963. Já. Ég gerði það, sko, og smíða öll hljóðfærin sem maður þurfti, sko, úr Crossfit og Höddi var nefnilega George. Já, þú varst bara búinn að, já. Ég var bara stofnaði Bítlarinn og það var bara George og Ringo og John og Paul, sko. Og ég var náttúrulega var í það. Og hver varst þú? Ég var náttúrulega John. Þú varst John? Já, það var flottast. Þetta er skrítið hvernig menn sjá þetta. Ég hefði viljað vera George, sko. Já, sko, það var... Það er svona... Já, ég náttúrulega átti að með náttúrulega á George miklu seinna, sko, en John var einhvern veginn svona... Já, hann var svona... hann týpan var einhvern veginn. Já, mikil týpa. Og við bara sungum, við tókum bara repertoárið, bara æfðum úr... Ég man þegar ég var 63, ég hef verið 11 ára. 11 ára, og þú kannir þetta? Já, við bara bulluðum texta. Já, en gripinn á gítarinn og svo. Og það var ekki neitt, þetta voru bara gítarar, sko, með gitnistrengi. Gitnistrengi, já. Og við bara, þetta var bara sungið alveg. Já, bara tók. En trommurnar voru náttúrulega olíufödd og málingartunnur. En við hvort að þetta var áður eða eftir að ég fer í Bandamúsíkskólann, ég held þetta hafi nú verið á eftir, manna ekki samt. Og þetta var nefnilega bara, maður hafði bara áhuga á músík og þetta var bara eitt af, maður var bara að performa eitthvað, sko. Já. Eða bara koma einhverju frá sér, einhverju tónlist. Þú sér hvað músík er mikilvæg í lífi krakkana, sko, okkar, sko, þú veist, að því við höfum það var ekki búið að mennta okkur eða neitt, það var ekki búið að halda músík að okkur eða neina, en þetta var bara öfum að gera þetta. Þannig að þetta er mjög... Svo náttúrulega, já, og svo í raun og sko það sem að gerist út í þessum barnamússkóla, ég var helvíti flinkur á blokkflötuna, en æfði mig aldrei nógu mikið á gítarinn. Nei. Og kallinn fílaði það ekki mjög vel. Nei, hann vildi að þú æfðir þig. Hann vildi, já, ég var kominn, sko, þegar ég hefði átt að vera á blaðsíðu 3 og þá var hann kominn með á blaðsíðu 40. Já, þá var þetta orðið svolítið erfitt. Sko, það var rosa pressa, sko, og auðvitað náttúrulega hef ég æft mig eitthvað en bara ekki verið nógu, sko, snöggur. Ekki nógu, já. Og þetta þýddi það í raun og veru, ég spá ekkert í gítar fyrir en í raun og veru, sko, fyrir bara svona það leitið ég fyrir að pæli þessu. Já, þá fyrir að lappa fram hjá Pól Benborg. Skoða. Ég reyndi að 13 ára, þá var ég smástund í grúpu á trommur. Já. Þetta var, ég held að Menn og Yellow hérna með Donovan. Já, það var mjög vissalt á. Þetta var mjög auðvelt. En voru einhverjir í því bandi sem... Já, Þór Sævaldsson sem var nú Þór Sævaldsson var í Plötunni seinna og
rosalega bara flottur gítarleikari. Magnaður gítarleikari. Og hefur verið og var bara lengi vel alltaf reynd að í einhverjum böndum, sko. Hann og svo annar sem ég reyndi að spilaði með seinna, bara í bílskúrsdæmum, sko, eftir þetta kom. Ásgeir Valdimarsson. Svona hans Valda Fyrsala. Ásgeir eða sem bróðursonur Ásgeirs hann Valdi Kolli, hérna bassaleikari sem að gera allt villust í dag. Og Valdi Kolli segir það að Ásgeir hafi verið, sko, sín fyrirmynd. Ásgeir var alveg feiknarlega flinkur bassaleikari. Hann var bassaleikari. Hann var bassaleikari og alveg rosalega svona góður í bítinu og svona hugmyndaríkur. Fór hann í einhverjar hljómsveitir sem var kannski maður? Nei, það var nú, held ég, svona fljótlega eftir unglingsárin, þá var það nú bara svona eins og hjá flestum, eins og mér og fleirum, sko, sem bara 1970, þá var það bara búið, sko. Já, það sem blákaldur veruleikinn þá byrjaði bara skólinn og kaupa pott á pönnum, sko. Það ekki með þú sem að bara brilleraðir. Tókst bara af flíkið. Þetta var rosalega, þetta var svolítið gaman að þessari grúpu, sko, því að Þór hélt, sko, Ásgeir hélt áfram með Þór töluvert og þetta var náttúrulega bara hluti af því sem var að gerast inn í Kópavoginum. Það sem Björgvin og fleiri sem voru, við vorum, sko, þetta var feiknarlega mikið með setjum eins og seinna var komið í kringum punki, sko. Kópavogin hefur alltaf verið svona, svolítið cockpit, sko, svolítið svona flottur, sko. Hvar bjóstu? Ég bjó hérna á Hlíðavegi. Hvar var svona, hvar hittust unglingandi þegar þið fóru að reykja og... Það var náttúrulega aðal sjoppan, sko, sjoppa Íslands. Hvar var hún? Það var hérna á bara, við erum næstu í stættir í sjoppunni, sko. Já, það sem bensinstöðin var? Það sem bensinstöðin og sjoppan á hérna á Holtinu. Bara það sem ég raun úr og segja þetta bara að síla það sem að tónlistarskólinn núna. Já, þar hittist Þór. Þar hittist Þór. Þar stoppaði Hafnarfjarðarstræti á náttúrulega. Það var bensínsala og krakkar að reykja og þar hittust þetta. Þar kom einhvern veginn, sérstaklega eftir að við byrjuðum í Gagnfræðaskólanum, þá mættust krakkar úr Vesturbænum og Austurbænum. Sem var svolítið magnað í raun úr því að þó kannski að gjáinn hafi ekki verið komin þegar ég var álastur. Þá var alltaf svolítið langt á milli Austurbæjar og Vesturbæjar þannig því að náttúrulega tvö skólaumhverfi. En svo eftir að Gagnfræðaskóla, eftir að krakkar byrjuðu í Gagnfræðaskóla, þá komu allir Vesturbæingarnir í Austurbæinn í skóla. Þá fór þetta að blandast. Og það er náttúrulega unglingsárin. En það var aldrei, eins og var í Hafnarfirði, það var engin rígur þarna á milli. Ég hef nú heyrt það. Jú, það var náttúrulega alltaf... Austurbæingar hafið svolítið... Það var svolítið, það voru náttúrulega þessi leynifélög, sko. Og leynifélögin, já. Og svo heyrði maður miklar tröllasögur það hvernig farið var menn sem fóru í óvanasvæði. Menn fóru ekki hérna yfir Kirkjuholtið, sem við erum vel að stættir hérna í Kirkjuholtið. Menn fóru ekki yfir Kirkjuholtið eftir myrkur, sko. Það gerði Austurbæingar aldrei. Nei, það var stórhættulegt. Það var bara bannsvæði, sko. En þetta skipti svolítið í hverfi náttúrulega, var þetta mjög strjálbýlt því að þegar ég flytti hingað 57, þá voru ekki 2000 menn sem búið hérna. Þannig að þetta var náttúrulega svona sveit, sko, og strjálbýlt. En það var mikið, sko, hverfin voru mikið, skiptust mikið upp og voru svona, það voru bardagar, sko. Já, alvöru bardagar. Alvöru bardagar, sko. Ég tók þátt einmitt í Lotórustunum sem hún var nú svolítið blóðug, sko. Það var hérna hinn með skítalækinn eins og Kópavogsleikur og skítalækur. Jú, ég þekki það. Og þar höfðu þeir sem áttu heima í Hvömmónum, þeir höfðu reist þar alveg tveggjaða kastala. Og þar var Órustan. Það var Lókórustan. Það var vegna þess að Gulli sem var úrræðisveitaði, hlustustrákur, hann var foringi Hvammalísins. En hann var í sveit þá, við pössum okkur í því að þegar hann var í sveit, þá hófum við á.